Já, verið sælir áhorfendur góðir og eru velkomin hér í KA TV. Hér erum við að byrja, eða fara að hefja útsendingu frá stórleiki ólísliðs kvenna. Heldur betur spennandi leikur framöndan, leikur KA Þórs og IBVF. Þetta er fyrsti leikur í seinni umferð deildarinnar. Svo sé leikinn tvöföld umferð í vetur en ekki þreföld eins og venjulega hefur. Deildin aðeins stytt vegna COVID og ég held að það sé eina rétta í stöðunni. En já, KA Þór á toppi deildarinnar ásamt Val og Fram með 10 stig eftir þess að fyrstu 7 leiki og IBVF sem er með hörkulið líka eru þar fyrir niðan með 7 stig og geta því heldur betur blanda sér í toppbaráttuna með sigri hér fyrir norðan. En þessi lið mættust fyrr í vetur í Eyjum og gerðu þar hádramatist jafntefli, þannig að það má heldur betur reikna með flottum og skemmtilegu leik hérna, 2 flott lið. En ég held við förum að byrja á að kynna lið gestana. Minnum að sjálfsögðu á að endilega leggja KA Þór lið ef þið viljið og hafið gaman að þessu útsendingu. En KA TV opið sjónvarp fyrir þá sem að vilja njóta. En hérna sjáum við lið gestana. Svona. Í markinu eru þar Marta og Darja. Og útileikmenn eru Ester Óskarsdóttir, Harpa Valey Gylfadóttir, Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir, Elísa Elíasdóttir, Ólöf María Stefánsdóttir, Anda Björk Valgeirsdóttir, Birna Berg Haraldsdóttir, Ásta Björtu Júlíusdóttir, Karolína Olsova, Kristrún Ósk Hlynsdóttir, Bríet Ómarsdóttir, Erika Ír Ómarsdóttir, Sunna Jónsdóttir og Lína Kardell. Og þjálfari Eyjamkvenna er að sjálfsögðu Sigurður Bragason. Hann segir flott lið sem gestirnir hafa á að skipa og eins og segi, þetta er jöfn og spennandi deild. Ef ég maður rétt þá eru eins og segi KA Þór, Valur og Fram á toppnum með 10 stig. Stjarnan það fyrir aftur með 8 og IBVF sem með 7. Þetta stefnir í frábæra og spennandi toppbaráttu. Hérna labba liðin inn og við fara að kíkja á lið KA Þórs. Og hér kemur það. Í markinu er Mattea Lónats og Ólöf Maren Bjarnadóttir og þriðji markmaður er svo Sunna Guðrún Pétursdóttir. 3 markmenn í skýrslu, enda 16 leikmenn. Svo útileikmenn eru Aldís Ásta Heimisdóttir, Júlía Sóley Björnsdóttir, Anna Marí Jónsdóttir, Telma Lísa Elmarsdóttir, Arna Valgerður Erlingsdóttir, Kristín Aðalheiður Jóhansdóttir, Anna Þyrí Halldórsdóttir, Sólveig Lára Kristjánsdóttir, Rakel Sara Elvarsdóttir, Hulda Bryndís Tryggvadóttir, Ásdís Gummisdóttir, Rut Arnfröð Jónsdóttir og Hildur Lilja Jónsdóttir. Og að lokum er það svo Anders Snær Stefánsson sem er þjálfari liðsins. Og til aðstofar eru Sigþór Árni Heimisson, Marta Hermannsdóttir sem er ráðandi meðsla og Iðunn Elva Balldóttir eins og þarna líka. Já, við erum ekkert búin að fara að hefja þessa veislu. En já, eins og ég segi, þetta er að fara að bresta á hérna, vonandi hafi gaman af fyrsta útsending KA TV hér í handboltanum í smá tíma og við fögnum því. Ágúst Stefánsson heiti ég, var með ykkur í dag og mér til aðstofar er Stefán Jóhannsson á takkaborðinu. En já, KA Þór búið að vera í ströngu leikjaprógrami, gerðu jafntefli við Val í síðustu viku, toppiði Vals á Hlíðarenda og lögðu svo Fram að velli frekar samfærandi, endaði 27-23 eftir að KA Þór hafi komist 8 mörkum yfir á tímabili og mæta nú IBVF og næsti leikur er svo Stjarnan, þannig að þetta eru 4 leikir á móti akkurat hinum 4 liðunum í topp 5. Þannig að þetta er ekkert grín en stelpurnar undir stjórn Andra Snæs eru klárar í slaginn, reiknaði með og sama tíma sem ég segi
Lið IBVF með sigri kemur sér aðeins stigi frá KA Þór í toppbaráttunni, þannig að það er heldur betur 4 stiga leikur hér hjá okkur. Dómarar í dag eru þeir Magnús Kári Jónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Og á ritarborðinu eru svo sjálfsögðu höfðingjarnir Maggi Siguróla og Siggi Frost. Allt að verða klárt í KA-mjölinu. Það eru gestirnir sem byrjaði þetta. Já, þér farið að stað hérna. Og sjáum að KA Þór byrjar í hefðbundinni 6-0 vörn. Bæði lið sem þekkt fyrir öflugan varnarleik, þannig kemur ekkert á óvart þá væri lítið skorað. Kynir að það eru þá mikið hraðlaupin, en það kemur Sunna, gerir á þetta, hún er stöðuð, Huldabreytir til flotta vörn þarna. Hún guldspildi á Önnu Þyrí. Í vinstra horninu hjá gesturinn er Kristrún Ósk. Í skiptu er hún Karolína, Sunna miðjunni og Birna Berg í hægri skiptu og Lína er í hægra horninu. Fær svo boltan hérna, fínt færi og stígur á línu. Lína á línu. Og hérna Rut finnur Önnu Þyrí á línunni og þetta er vel gert hjá henni. Anna Þyrí sækir vítakastið og guldspjald á hana Sunnu. Sunna Jónsdóttir með 29 og Rut Arnbjörg Jónsdóttir á punktinn og hún skorar að sjálfsögðu. Vel gert hjá Rut og fyrsta marki komið. Já, náðu ekki að klára stuðgjuna á liði IBVF áðan. Svo er alltaf sjálfsögðu Elísa Elíasdóttir á línunni. En já, Birna og Sunna búin að skipta hérna. Nú er þetta vel gert hjá Önnu Þyrí. Hún er að stoppa Sunnu. Mæði mikið að henni, þetta frábær leikmaður. En Anna Þyrí sá við henni hérna. Sunna klippir hérna við Birnu sem kemur og lærir að losa sig og skorar. Þetta er bara dauðafæri fyrir þetta sterkan leikmann á Birnu. Ná ekki fá að koma svona óvareitt. En Rut aftur finnur hún Önnu Þyrí og nú er það varið frá henni. Vel varið í rammanum. Þetta gerði hún Marta vel. Náði að lesa skotundina hjá Önnu. Og við erum því áfram í 1-1 stöðu. En Rut að byrja leikina krafti, búin að finna Önnu Þyrí tvisvar á línunni. Víti og dauðafæri komið út úr því. Kemur Birna að hasar á línunni hérna. Hún Elísa og Aldís fá smá tiltal hérna. Þetta verður eins og ég segi stál í stál. Og kemur ekkert óvart þá að verði eitthvað brotthúsinu í þessum leik. En boltinn á línuna gengur ekki og komum við í setjabyggjuna. Og Ásdís, já, klárar út úr horninu. Línumaðurinn Ásdís Guðmundsdóttir klárar snyrtilega með vipp úr horninu. Já, þetta var laglega gert, setjabylgjan gekk upp og KA Þór kom í 2-1. Það þarf eins og segja að nýta alla svona sénsa á að ná að keyra upp hraðan. Eins og segi bæði lið með frábæra varnir að ná að stilla upp. Birna er að finna línu í horninu en ná ekki 8 á hornið. Og aðja, Rut brýtur hérna á Karolínu. Kemur Karolína hérna á miðjuna.
og gerir þetta virkilega vel, búið með skrefin, en þetta aukastana, Aldís gerir þetta vel, Höndabreitis fyrirgefi. Höndi kominu upp, hvað gera þær hérna, smá vandræðum, Sunna, þú skjóti ekki bara, jú, en Mattea Lonats tekur sinn fyrsta bolta, þetta gerði hún vel, mikið átt að ná að virkja Matteu. Aldís með setjabreitinguna, en það eru vel á Varbergi þarna. En já, K.A. Þór vann, eins og ég segi, frábæran sigur á ógnarsterku liði fram fyrir dögunum. Voru hingað sigur bara með 5 varða bolta í þeim leik. Mattea búin að vera eiga við smá meiðsli. Og vonandi að hún nái sér á strik hér í dag. Annars ætlum það eins og ég var Sunna öflug. Mótið fram hérna. Birna. Það er að brjóta þarna af Aldísi. Þetta aðeins upp á kraftin Aldísi, bara sækja vítið þarna held ég. Voru svona búin að vinna hálfa mann þarna. En hvað það? Áfram með þetta, skipta Hilda og Rut konum miðjuna, fín hreyfing hjá henni og opna hornið, gengur ekki og já, fast ekki á rækjasörfi þarna, höndin komin upp og kemur flott skot frá Rut en aftur verður hún í markinu, hún að byrja vel og Marta. Karolína, já, hún bara hleypur í gegn. Það var ekki styrsta leið þar að koma sér gegnum vörnina en þetta gekk upp hjá henni og hún búin að jafna metin í 2-2. Karolína Olsova Olseg þarna. Jafnt á fyrstu tölum hérna og verður líklegast áfram. Næja, hvað gerist á? Meina Sigurður Bragason þjálfari IBF sé full líkur stelpunum, það er litvarðar, stendur alltaf svolítið nálægt Aldísi. Siggi alltaf skemmtilegur karakter, byggðist til þess að fara úr ofan. Það fær sér svo sæti og býður þetta gaman að þessu, en verður að hafa gaman á hlutunum. En áfram með þetta, nú það er engin hætta á að stelpurnar senda á Sigga. Ja, Aldís með hörku skotin, það er framhjá. Já, ágæti skotfæri og skotið fast en rétt framhjá. Sjö mínútur verða búnar að þessu og þetta fer af stað eins og við reiknum með. Stál í stál, aðja, Sunna á Birnu, Birna, aðja, setur hann aftur á Sunnu. Þetta aðeins meira flota bolta hjá þeim, reynir að opna hornið, gengur ekki. Hvað endar þetta, höndi komin upp núna, Birna plaffar þessu og skorar að þrumu skoti. Já, 2 röð frá IBF núna, það eru komnar yfir. Rut á Aldís í gegn og þetta munaði engu og fengi vítakastið en frábælega varist þarna hjá Birnu og Sunnu. Ég segi Sunna algjörlega frábær handboltamaður, eða handboltakona. Mæðir mikið á henni bæði í vörn og svo, spilar alltaf í hjarta varnarinnar hjá Eyjakonum. Rut 1-1 en sjáu þið kraftin í Sunnu. Stoppar Rut hana. Þurfum við að fá aðeins meira flæði á þetta. Slakur boltinn frá Huldu Bryndísi og IBF vinnur boltan. Hulda Bryndís missir hann hérna og var þetta ekki Karolína sem hann á honum. Sýndist það. Já, ég komur þessum bæði liður í smá vandræði með að koma sér í færi svolítið, en ég komur að græða því að þær eru með hörku skittur fyrir utan og svona erum við Karolínu líka sem er að sækja víti hérna á tveggja brotti svona Aldísi Ástu. Já, þessar hliðarhengur hjá Karolínu er að valda okkur miklum usla.
búin að skora og sækir núna vítakast og inn á kemur Ásta Björt Júlíusdóttir til að taka vítið og skorar að miklu öryggi, setur Matteo eða bara vitlaust horn og fyrsta skipti 2 marka munur á liðinum. Þá finnst mér Andri Snær vera farin að setja aukamann í sóttina hérna og svo sem einu manni færri. Andri er svo mikið hika við að spila 7 og 6 þegar hann getur það. En Sólveig Lára komin í vinstriskiptunni hjá okkur núna. Þetta er rosalega klaufalt hjá Kristrúnu. Búin að vera aggressív í Rakel-Söru og hún að uppskerum 2. brottisun. Þetta er bara algjör óþarfi. Rakel-Söru er ekki að fara að gera neitt þarna. Og K.A. Þór farið til nýja sókn og eru núna bæði lið með mann af velli. Rut á Huldu, Hulda inn á Rut aftur og Sólveig Lára komin öfum megin núna. Þurfum kannski að auki frábær no-look sending frá Rut Jónsdóttur á Rakel-Söru sem skorar af öryggi. Þetta er geggjað að sjá. Rut Jónsdóttir er svo stórkostlegu leikmaður. Og þetta gerur hún. Og hún svo auðvelt með þetta, gerir þetta með vinstri. En það er þetta svo sem örfætt. Og Rakel Svara í horninu kláraði vel. Þetta var mikilvægt, það var komið smá tími sem við skorum síðast. En opna hornið og hornið Lína og hún skorar. Já, Lína Kardell skorar núna. Þetta enda á sig Línu í fyrsta færinu sínu en gerir engin mistök núna og aftur 2 marka forskot 5-3 fyrir gestina. K.A. Þór að fara að fá fullskipa lið og vantarlega spila hann inn á Rut. Hvað gerir hún? Setur á Huldu, Hulda yfir í hornið og aftur er oftast Rakel frábær hreyfing og setur hann yfir Mörtu í markinu. Þetta var frábær hreyfing á Rakel-Söru. Góð sending frá Huldu í hornið líka. En Rakel-Sara í staðinn fyrir að fara beint inn þá tók hún hérna hliðarhreyfinguna. Gal opnaði færið fyrir vikið. Gríðarlega öflug og efnileg stelpa Rakel-Sara. Hún spila síðustu ári í meistaraflokki. Ef maður rétt þá er hún 18 á þessu ári. Virkilega flottur leikmaður. Kimi Karolína og hún getur líka skotur utan. Það kom enginn út á mótinni. Stelpa kannski búin að vera aðeins passívara því hún er búin að vera öflug og góð sér í gegn. Há bara tvínur hún ekki við að bomba svo markið. Og þarna flautaði full snemma að segja að Rut er búin með skrefin. Ég held að það sé svo sem bara afsökun. Rut var búin að losa boltan á Rakel-Söru sem var að komast í fínt færi. En já, bæði lið með fullskipa lið núna. Það er spurning hvort að Andri fara að spila með aukamann í sóttinni. Þessi sending frá Sólveig Láru ekki nægilega góð. Og já, Eyjakonur eru að byrja leik betur. Það er ekki hægt að orða það öðruvísi. Já, gefa sér smá tími í þetta. Þá kemur Karolína inn á miðjuna. Hún skiptaði Sunnu sem er komin í skiptuna. Sunna á þetta á Karolínu en vantar aðeins meira að flota bolta. En svo kemur sendingin og línuna gengur ekki. Og annað fyrir hans var hann að bolta. Og stelpuna frá því aftur sé eins og mikið eitt. Mikið að missa gestin ekki fram úr sér. Eins og segi, ég reikna ekki með svakalega háu skori. Brotið og Rut þarna. Karolína gerir það. Eins og segi, ég held að muna heldur betur hvert einasta marki hér í dag. Þannig að mikið að missa gestin ekki og lofa frá sér. Rut með pláss, setur hann á Sólveig. Sunna gjörsamlega frábær hérna, stoppar hana. Þá tekur Andri það leikli.
á Andistad með leikli hérna. Já, ég algjörlega sammála þessu. Stelpurnar í vandræðum að finna lausnir á öflugu varnarleik gestana. Og spurning hvaða lausnir Andri og Sissi hafa á þessu. Mæðir mikið á Andra Snæ þessa dagana. Það er ekki nóg með að sé að þjálfa kvennalið. Það er hann að spila fyrir Karlalið Káa og skoraði einmitt markið umdelda sem tryggði Káa stig gegn FH í Kaplakrika á dögunum. Káa fekk vítakast sem að mikið hefur rætt það var allir sem að skora á því og tryggði Káa stigið. Svo alltaf eru karlarnir í Káa að spila á morgun gegn ÍR og það er líka hérna í beinni á Káa TV. Þannig að það er handboltaveisla helgina hérna á Káa TV og við fögnum því að sjálfsögðu. En já, ég er spennt að sjá hvað það er sem að stelpurnar hafa upp á að bjóða. Hvort það hafi einhverjar lausnir. Við sjáum það að Andri er búinn að setja aukamann í sóknina. Já, 7-6, það hefði gengið vel hjá stelpunum hingað til. Aldís Ásta keyrir hérna á Birnu fyrirgefið og Birna Berg stoppar hana. Þurfum að bolta ganga aðeins betur. Með aukamann í sókninni þá áttu alltaf að finna fínt færi ef það er flæða bolta. En þá kemur akkurat höndinu upp. Aldís á Sólveig yfir í hornið. Þetta er virkilega vel gert og Rakel Sara setur hann í skeytin út. Það var vel skotið hjá henni en hafði ekki alveg hettuna með sér. Þetta er nákvæmlega málið. Láta boltan vinna fyrir sig og fá færin. En Rakel Sara bara óöppin. Skeytin út. Og IBF í sókninni fyrir að vera hálfnaður. Birna setur hann að Sunna, hvað gerir hún? Setur hann að Karolínu. Karolína, nei, hún er að losa boltan. Þær halda sér áfram, Birna, en hún róar þetta. Það er snill upp á nýtt. Birna aftur á sinn stað, höndi komin upp. Kemur Sunna, keyrir á þetta. Var að koma ykkur óttnur, kemur skotið og Mattea ver þetta. Karolínu með skotið, en Mattea ver. Og kom hratt á þetta Rut með skotið en frábæla varið í markinu. Marta er komin með hvað ekki, 3 eða 4 bolta. Þrjá bolta, já. Gott að hafa Hápistad sér við hlið. Til að mögnu viðbót við handboltaflóruna á Íslandi að hafa Hápistad. Jæja, kemur innleysingin hérna frá henni Kristrúnu og svo kemur skotið frá Birnu og hún skorar af öryggi. Já, ég komur að mæta virkilega vel senda til leiks. Það töpuðu svona aðeins óvænt á móti Haukum á heimavelli núna á dögunum. Haukar svo sem með fínt lið en það flesti hafa sanns að reikna með sigri Eyjakvenna í þeim leik. Þannig að þær eru alltaf æstar í að svara fyrir sig. Og hérna er brotið Aldísi, Birna stendur í ströngu. Við þurfum að ná í markið, sjá í markaþurðina hjá okkur í horninu. Ekki búin að skora hann upp á tíma núna stelpurnar. Kemur Rut. Og Sólveig Lára og þetta er víti. Þetta er vel gert. Rut losar boltana hárun tíma og Sólveig á strauginu keyrir inn og sækir vítið. Vel gert og Rut Jónsdóttir á punktinn, skoraði á hann. Og þetta var vel varið hjá henni Mörtu. Sá hvernig hún byrjaði framar og svo þegar hún las í Rut þá ákvað hann að bakka og
tók boltan á endanum. Stórleikur hjá Mörtu til þessa 50% varsla hjá henni, 4 skot varinn og 4 mörk á sig. Og útlitið ekki alveg nægilega gott hjá okkur, en stelpurnar sem hafa oft sýnt magnaða endurkomu. Kemur Karolína, Sunnu niður í hornið en náðu ekki að opna fyrir línu og Ásdís brýtur svo á henni. Sunna keyrir á þetta. Birna stöðu þarna á Sólveigu og þetta lendir annað fyrir aftan í og sleppum með þetta. Þá tekur Sigurður Bragason leikhlé fyrir gestina. En já, annað fyrir ég var hræddur hún var að fara frá brottvísun þarna en slapp með það. Fekk bara löglega stöðun staðinn. En já, ég svo sem sóttaleikurinn hjá IBF svo sem ekkert búin að vera stórkostlegur svo sem en ég hefði sem haldið að Siggi myndi geyma þetta leikli aðeins. Það virðast vera með fín tök á þessum leik. Já, það er spurning hvað Siggi hefur sagt sína stelpur. Andri Snar líklegast bara nokkuð sáttur að fá leikhlé strax því að hlutirnir ekki alveg að ganga upp til þessa. Já, K.A. Þór. Kemur Karolína á Sunnu, hún er í hornið, þetta er stöngin út. Já, Kristrún eftir sendingu frá Sunnu. Skiptur í stöngina út og K.A. Þór slepp með skrekkinn. Hérna kemur Rödd, setur hann á Sólveigu og Sólveig þarf að róa. Setjum aftur upp, höldum áfram að spila 7-6. Þetta er Ásdísi og Önnu Þyri á línunni. Aldís á Sólveigu og Sólveig í gegn og skorar. Þetta gerðum vel, flott hliðarhreyfing og Sunna er brjáluð út í Karolínu í orðinni. En mér fannst þessi hreyfing hjá Sólveigu bara einfallega frábær. Hreittum við vantarlega bara með hún til losana tilbaka á Rödd. En þetta feikaði hún sendinguna. Þetta gerði hún feikilega vel. Og munurinn 2 mörk, þetta var virkilega dýrmætt að ná að brjóta ísinn. Birna í vandræðum en fær uppkastið. Ætlaði þarna heldur betur að finna Elísu á línunni. En Elísa var í strangagæslu þarna. En brotið á Birnu. Já, það er nóg að klístra á gólfinu. Þessi siður leikmanna að hafa klístur á skónum finnst mér eiginlega ansi pirrandi siður. Það eru flestir leikmenn með það mikið klístur að það er ekki oft sem það er eitthvað skortur á klístraboltanum, en hvað það, áfram með þetta. Karolína setur á Sunna, hún skjóti ekki bara, nei, setur hann á Birnu, Birna reynir að finna línur og gerir það og Elísa, frábær markvarsla hjá Matteu Lónats. Frábærlega gert þarna hjá Birnu að finna Elísa á línunni, en Matteu Lónats sá við henni. Og þetta er mikilvægt, nú getum við minkað munin í 1 mark. Ná vonandi að fá smá sveiflu og jafnund aftur. Og Anna Þyri á línunni og fær aukastið á. Maggi alveg ofan í þessu, en dæmir aðeins aukastið. Út fyrir punkta í aukastinu. Það er heldur betur búið að minna á það að það þarf að fara út fyrir punkta, það er ekki nóg að stíga punkta.
Rut snýr við, setur hana í Vá, aldrei slepp með þetta og lendir í vandræðum. Ekkert dæmt. Og þarna missum við boltan og enginn í markinu og hún skorar hérna, hún Hrafnhildur Hanna staðlarna boltanum. Ekki af henni Sólveig Lára sem mista hann þarna. Svo Rut var farin tilbaka og Hrafnhildur Hanna skorar yfir allan völlinn. Mattea reyndi að koma í markið, gekk ekki. Ásdís komin aftur á línuna. Aldís á Sólveigu. Sólveig neglir þessa markið. Þetta sem við þurfum að nýta Sólveigu fyrir utan. Getur heldur betur þruma á markið þessi stelpa. Og Sólveig Lára kom með 2 mörk. Munaði heldur betur að fá hana aftur í hóp gegn Fram á dögunum. Hún mista leiknum gegn Val. Virkilega öflug skytta sem gefur okkur aðeins meiri dýpt í sóknarleiknum. Rakel Sara brýtur þarna af sér, stöðvar hún Kristrúnu. Það er smá hasar milli Kristrúnu og Rakel Söru. Kristrún fekk hérna brottið sunna aðan. Það kemur Karolínu miðuna, Sunna, Karolínu aftur. Og opna hotnið fyrir línuna fyrir ekki. En Lína setur boltan fram hjá hotninu. Þetta er skemmtilegt. Það er að segja nefnin. Og kemur skiptingin Mattea út. Við erum áfram með Haukamann í sókninni. Þetta fær ganga aðeins smurðar hjá okkur. En alltaf samtíma er þetta alltaf hættan ef þið missið boltan. Það markið sendur aukt. Sólveig á Rut. Lostar aðeins hana og fín færsla bolta en frábær vörn hjá Línu Kardell. Komum veg fyrir Aldís með að losa boltan í hotni á Kristínu. Það voru komnar í yfirtölu en Lína kláraði þetta virkilega vel. Núna opna hóðan fyrir Kristínu og Kristín. Það er Lína á hana. Já, ég held að þessi er rétti dómur. Kristín búin að bæta sig gríðarlega undanförnu og skoraði meðal annars 4 mörk gegn Val að Hlíðarenda og meðal annars markið sem tryggði stigið. En steg á línuna þarna. Fín vörn hjá Aldísi þarna, nær að stoppa Hrafnhildi. Birna setur hún á Sunna með pláss og hvað endar þetta? Birna nær valda bolta, Hrafnhildur á Birna með skotið og Mattea Lónas ver en frákastið er hjá henni Kristrúnu. Kristrún með frákastið þarna. Og í kjölfarið brýtur Rakel sér á henni. Mikill hasar á línunni þarna. Hún Bríett kom inn á línuna núna. Aldís Ásta eins og var áfram í hasarnum. Það var að eiga við hana Elísu á það. Núna er það hún Bríett sem hún er að eiga við. Æja, Sunna losa boltan á Hrafnhildur. Sólveig Lára er að stoppa hana og hvar endar þetta? Hvað er þetta ekki Sólveig Lára? Þetta er svo klaufalegt. Hún er ekki lengur með boltan þegar hún er að rífa í treyjuna henni. Og bara pjúra 2 mínútur. Já, verður hann aðeins klókar en þetta. Æja, ný sótt fyrir gestina, manni fleiri núna. Birna klippir hérna Hrafnhildur og Sunna í gegn. Og Mattea Lónas ver frá Sunnu. Sunna smeygði sig milli 1 og 2 en Mattea Lónas með frábæra vörslu. 5 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Stelpurnar manni færri en
reyna að minka munin 1 mark. Ég ætla svo sem með aukamunni sóttinni. Það að spila 6-6 en þurfa bara að klókra með sig í boltan en enginn í markinu. Annar þeirri fellur hérna og opnum hotnið Rakel Sara í gegn og setur hann yfir hausinn á Mörtu. Annars getur sem að hann tekur lausan haus. Rakel Sara geggjuð, komið 3 mörk. Gætu hæglega verið 4 ef að skotið henni í skeytin hefði farið inn en ekki út. Þetta er vel gert, virkilega vel gert. Og munurinn 1 marks, 8-7. Birna Hrafnhildur og finnur hotnið og svo lína en boltinn ekki alveg góður og svo kemur skotið hérna. Þetta verður Aldís verður hérna boltan frá Birnu en hotkast niðurstaðan. Kemur Hrafnhildur, keyrir á þetta, klippir við Birnu og Birna óáreitt þarna negli boltan út í stöng. Það var virkilega vel gert hjá Hrafnhildi Hönnu. Dró þarna vörnin í sig og klippti svo við Birnu hárun tíma og Birna lék hérna lausum hala. 3,5 eftir af þessu fyrirháleik. Það væri rosalega sterkt að ná alla og minnka þetta í 1 fyrir hálfleikinn. Hvað þá að jafna þetta. Svona sóknarleikurinn farin að ganga aðeins meira smurt hjá liðinu núna. Rudd á Aldísi, Aldís í vandræðum hérna og þær losa boltan hérna og enginn í markinu. En hún klikkar, Sunna klikkar. Sleppa með skrekkin hérna stelpurnar. Já, slippur skrekkinn hérna og fáum því aftur séns. Jæja, Hulda er í hotnið og Kristín, nú gerur það allt rétt og skorar. Já. Og við náum skiptingunni Mattea komin í ramman. Og þessi sending slök beint á Ásdísi Guðmundsdóttur. Hulda Bryndís. Tekur Barbasinski eða klikkar. Já, dauðafæri hérna. Og þarna fór gott tækifæri forgóðum. En jæja, 2 mínútur eftir af þessum fyrirháleik og við erum í ágætis séns á að ná að jafna metin. IB er búið að vera sterkari aðilinn í fyrirháleikin til þessa. Hér kemur Sunna með mikið pláss, kemur sér gegn og Aldís næra brjóta á henni. Það vildu eiga konur meira heldur en bara auðkastið. En bara flott vörn hjá Aldísi Ástu, frábær í Kristinum. Og Sunna keyrir henni og nú er það annað fyrir sem stoppar hana. Já, það er deila ábyrðinni hérna í vörninni. Heldur betur klárar í slaginn hérna. Spurning hvort það setjast ekki fyrir í höndina hérna. Já, annað fyrir stoppar hérna Ástu. Já, há kemur höndin. Hlaut að koma að því. Ásta á Sunna upp. En Mattea er klár hérna. Heldur betur jákvæmt að Mattea er farin að verja eins og berserkur, komið 6 bolta. Og stelpurnar taka væntanlega langa sókn núna. Ég var reyndar að ná að spila út hálfleikinn. Það væri gríðarlega sterkt eftir að vera eldarunni allan fyrir hálfleikinn að ná að jafna. Munurinn 3 mörk fyrir ekkert svo lengur síðan. Hulda breytir hérna skotið, ekkert dæmt, enginn í markinu og þetta fáið beint í baki, skot frá Mörtu yfir allan völlinn. Þetta var ekki nógu klókt hjá okkur. Það er ekki alltaf sem við getum stólað á það að ég komur hitt ekki að markið. Já, hún er að vinnaði boltan og aftur skotið í völlin. Þetta er allt of dýrt. Þetta var
Hún Harpa Valey sem skoraði. Hún hafi unnið boltan líka og þessi lokakafli eiginlega bara gjörsamlega ekki í boði. Já, í staðinn fyrir að Já, eins og ég segi, gríðarlega svekkjandi í staðinn fyrir að KA Þór að jafna í 9-9. Það gerir stelpurnar tvenn mistök og IBVF refsar bæðiskipti með skotið við allan völlinn og er því 3 mörkum yfir í hálfleik. Ég var að enda við að fara að hrósa stelpunum hvað búin að vera góðar að koma sér aftur inn í þetta. Þetta er mjög svekkjandi staða en ég samt endurtek það að IBVF er búið að vera sterkari aðilinn í sem fyrri hálfleik og ég er rauninni bara sanngjarnt yfir. Kíkjum hérna á tölfræðina. Sjáum hérna að Rakel Sara er markaðist hjá KA Þór með 3 mörk, Sólveig Lára 2, Kristín Aðalheiður með 1 ásamt þeim Ásdísi Guðmundsdóttur og Rut Arnfríður Jónsdóttir. Það er Sólveig og Aldís báðar búin að fá tveggjarnar brottvísun. Sjáum gestina, Mattea með 5 varðabolta, Birna Berg með 4 mörk fyrir IBVF, Karolína með 2, svo var það Marta Harpa Valey, Hrafnhildur Hanna, Ásta Björt og Lína Kardell, alla með 1 mark. Ekki enn komin brottvísun, jú það er komin brottvísun á gestina. En í markinu er Marta komin með 4 varðabolta, sjáum hérna tölfræði liðana. 8-11 hálfstölu fyrir IBVF eftir ansi svekkjandi endi hérna á hálfleiknum fyrir okkur. Já, IBVF búið að skora 1 mark á víti úr eina vítinu sem það fengið. KA Þór með 1 mark á víti en búið að klikka einu. Mesta fórust að 3 mörk og það munar með 3 mörkum núna. KA Þór mest með 1 og hefur verið lengst af að elta. Það sjáum við IBVF í fórustu 22,5 mínútu. 4 tapaðir boltar í KA Þór gegn 3 og lengst af markaður næstu í 8 mínútur í KA Þór. Já, það er nokkuð ljóst að við þurfum að fara aðeins yfir sóknarleikinn okkar. Varnarleikurinn er svo sem fínn en varnarleikur IBVF gjörsamlega frábær og við erum í vandræðum meira þess að manni fleiri að leysa þetta. Sjáum hérna. Já, IBVF með 2 mörk manni fleiri og KA Þór með 4 mörk að sem 8 með aukamann í sókninni. En já, ég held við förum að kannski kíkjum við örstuð á tímalínuna í fyrralefnum áður en að við tökum okkur smá hlé. Já, sjáum hérna KA Þór leiddi 1-0 og 2-1, síðan ekki söguna meir. IBVF búið að vera með fínt taka á þessu og eru 3 mörkum yfir í hálfleiknum. Já, Andri og Sigurður tóku hérna leikliðin á svipuðum tíma miðbik hálfleiksins. En það er svo sem er lítið breytt gangileiks. En já, ég held ég farið að setja gott í bili. Komum svo fersk inn í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá. Bless í bili.
Já, þá erum við að vera klári í setjáleikin hérna. Það er spurning hvað Andri Snær hefur sagt við sína stelpur. Þessi endir á fyrirhálfleiknum var alls ekki það sem að vettuð okkur. Stelpurnar í séns á jafni 9-9. Þessi stað að fá þær 2 mörk á sig yfir allan völlinn. Og í kjölfarið er Andri hættur á aukamann í sóttinni. Aldís, finnur hérna Sólveig á Aldísi, Aldís með smá pláss, keyrir á þetta og brotið á henni. Það gerir Karolína vel. Það er réttum stað. Innlýsing frá Rakel Söru. Rut gerir þetta vel, kemur sér gegn og sækir vítakastið og 2 mínútna brottvísun. Þetta er rándýrt. Frábærlega vel lesið hjá Rut Arnþjór Jónsdóttur og 2 mínútna brottvísun hérna á hana Hörpu. Og þá kemur væntanlega Ásdís Guðmundsdóttir inn á til að taka vítakastið. Þegar Rut klikkaði í fyrri hálfleik. Spurning hvað Marta gerir í ramman núna. Ásdís bomba beint á Mörtu en fær frákastið og skorar. Hafði heppnina með sér hérna. Skorar hérna eftir að fá frákast. Gefur hins vegar ekki stóðsendingu sjálfa sig en fær frákastið. En já, Marta að verða sér annað víti en hafði ekki heppnina með sér hérna. IBVF með aukamennsóttinni, undan manni færri. Svíkt að vinna á einhverjum ódýrum mörkum yfir varnarvöllinn. Það væri óskandi. Birna, Hrafnhildur á Sunna með blás, Sunna með fína hreyfingu. En Anna Þyrí, mér fannst það fín vörn í Önnu Þyrí, en hún fær 2. brottinn, segja hún hefði ítta eftir Birnu þarna. Andri Snær er ekki sammála þessu, kallar eftir samræmi. Það er svo sem ansi oft sem að þjálfarar kalla eftir samræmi. En ja, hvað það? Bæði lið þá með mann í brottvísun. Sunna. Kemur Birna kona miðjuna, klippir hérna Hrafnhildi og Sunna inn í hornið og frábærlega klára hérna hjá Línu. Lína Kardell úr horninu, neglir hún í stöngina inn. Já, þetta var ekki flókið. Boltinn gekk bara hratt á milli og úrvalsfæri í horninu. Nákvæmlega hvernig á að spila manni fleiri. Sólveig á Rut á Aldísi í hornið á Katrín gegn. Kristín fyrirgefi og Lína sleppur eins og með brottvísun að það. Hún ítti þokkalega í bakið á Kristínu. En vítakast staðreynd og Ásdís aftur á punktinn. Hún skora úr fyrsta núna. Já, ekki bara skora úr fyrsta, hún skora fyrsta tempo líka. Bara leið á flauta, bamba á markið. Og 2 marka munur. Stelpurnar manni færri í IBVF fullskiparlið en eru svo bara með Mörtu í rammanum. Það kemur Hrafnhildur, Sunna niður í hornið aftur en nú er ekki opna fyrir Línu. Hrafnhildur og Birna, lítum að vera núna. Já, höndin lítur að fara að koma upp. Ekkert að gera hérna og Sunna losar hann, gerir þetta virkilega vel og Lína í gegn. Og 2 mínútna brottvísun á Kristínu. Þetta þykir mér harður dómur. Nei, fyrir ekki, Kristín, það var á Önnu Þyrí, fyrir ekki, nei, Sólveig Láru. Alltaf það þrennt En jæja, áfram með smjöri
Og svo vítið hérna frá henni Ástu yfir markið, fáum þetta smá líflínu. Leið og brottvísunin, eða fyrri brottvísunin rennir sitt skeið. En já, þarna var nú, þarna sóttinni áður, ítt á bakið á Kristínu í horninu. Bara dæmt vít á það. Svo fær annar fyrir brottvísun þarna. En það eru aðrir en ég sem að sjá dómgæsluna. Það væri afar sterkt að ná að brúa bilið sem allra fyrst í þessum seinni hálfleik. Rut á Huldu, Hulda með flotta hreyfingu, kemur sér í gegn og setur ekki til klofið á Mörtu. Frábær hreyfing á Huldu Bryndísi Tryggvadóttur. Og vel stimplað hérna, opna hornið og klárar þetta frábærlega á lína. Setur hann yfir Matteo í markinu, sá að Matteo tók skrifa móti sér og var ekki lengi að nýta sér það. Lína eiga fína leik, kom með 3 mörk. Og aftur 2 marka munur, 40 sekundur í að fáum fullskipa lið. Hulda á Aldísi, Aldís keyrir á þetta og plaffa bara sjálf, ætla að fara að segja að hann var frá opnur hornið en plaffaði bara markið og skorar. Já, Aldís Ásta Heimisdóttir. Þetta gerum frábærlega komin á blað. Áttum hana aðeins inni, frábær skotmaður Aldís. Og hún er að stípla sér brostið núna. Átti bara að vaða á þetta. Við erum manni færri í nokkra sekundur viðbót. Birna inn á línuna og fín vörð þarna, já. Kristín nær að stoppa hann að brýta á línunni og við það klárast brottvísunin og það gerir þetta virkilega vel. Eyjakonur, það er stimpla hárið tíma áður en Rut kemst inn og svo dæmt víti og brottvísun á Rakelsörum. Ég finnst þið vera svolítið grimmir í brottvísunum núna. Ég er alveg sammála til þessi víti, en hvað um það? Ásta aftar að punktinn skaut yfir markið á hann en skorar öryggi núna. Þetta verður ansi erfitt ef við ætlum að vera manni færri en þennan seinni hálfleik. Sex mínútur búnar af seinni hálfleiknum. Við erum búin að minnka munin niður í 2. Erum með boltan hérna en þessi erum ansi mikið í brottvísunum. Kristín á Aldísi, Aldís Rut inn á línuna en gengur ekki og enginn í markinu. Skotið hérna yfir allan völlin er framhjá frá Mörtu og aftur sleppum við skrekkin. Já, línusendingi frá Rut gekk ekki upp og Marta með skotið yfir allan völlin en það geigaði hjá henni. Næja, við erum þá aftur í séns á mikið 1. Aldís á Rut á Hulda og þetta hljótið þegar brottvísun hinum megin, já. Þetta er ekki hvernig maður stoppar línumann. Hann er í strangri gæslu þarna og enn er klístur á gólfinu. 2. brottvísun á Sunnu. Sunna Jónsdóttir. Já, fyrsta brottvísun henni í dag ef ég man rétt. Og við ítökum það vantar hérna algjöran lykilmann í bæði sókn og vörn gestana þessu 2 mínúturnar en við erum svo sem manni færri næstu 49 sekúndar líka. Næja, fáum þetta nýja sókn það fyrir vikið. Í stafa brottvísun kemur Aldís með Kristín í gegn og hún ver frá henni og Marta. Ekkert aðeins er í hreyfingu hjá Kristínu en Marta sá við henni. Hrafnhildur Hanna, brottið á henni, Hulda Bryndís gerir þetta vel.
Kristín lendi eitthvað á bakinu hérna. Þarf einhverja aðhlýningu, vonandi að það sé ekki alvarlegt. Við erum svo vandræði með vinstri hornastöðuna. Katrín Vilhjálmsdóttir frá vegna meiðsla og Kristín núna eitthvað tæp. Þannig að spurning hver fer í hornið og þetta bara mark, segir hann já. Ég held að það var að fara með rauðning, en nei, þetta bara stendur. Já, þetta var hún Hrafnhildur Hanna sem skoraði. Já, ég ætla svo sem ekki að reyna að tjá mig mikið dómgæslunni, þetta minnst að halla aðeins á okkur hérna. Það svo sem mín sýn á þetta, ég ætla með kannski smá KFO gleru hérna. En þurfum að reyna að finna lausnir á þessum öfluga varnarleik. Kemur Rut og skorar, Hanna losnaði Rut, hún bara í strangri gæslu hér í dag. Rut nýtir sér svona að sjálfsögðu. Tveggja marka munur, IBVF með fullskipalið eftir. Rétt rúmlega 15 sekúndur. Það er náttúrulega að spila rólega að reyna að vinna mannin inn. Það eru ekki með Mörtu í markinu eins og er. Hrafnhildur á önnu fyrir í bolti hérna og Birna skorar. Mér sýnist að hann var slengt skothendinni í Sólveigu. Algjört óvilja verk að sjálfsögðu. En Sólveig liggur eftir, þetta hefur ekki verið gott, þetta þrumu skotuna frá Birnu. Já, það er hérna aðhreyningu frá Iðunni, sjúkraþjálfara. Já, IBVF búið að ná að hanga á þessu 3 marka forskoti sínu þrátt fyrir ágætis áhlaup frá okkar liði. Röltir Birna til Sólveigar. Ég segi það alls engin ásetningar í þessu. Þetta bara því miður getur alltaf gerst þegar einhver mætir í hárnina. Hún hafi fengið högg að putta í augað, eitthvað svoleiðis. Alltaf eitthvað var að tjekka sjónuna á henni. Nefnum hún sé bara vönguð eftir höggið í höfuðið. Það er klappað enda fyrir henni þegar hún röltir af velli. Vonum að sé í lagi með hana. Það þekkjum það er alls ekkert djók að lenda í hvort sem eru höfuðmeiðsli og hvað þá augnmeiðsli eins og Steinun lendi hjá liði Fram á dögunum. En Sólveig fer hérna að velli og fær aðhreyningu. Sendum hlýja strauma til hennar. En áfram heldur leikurinn. Aldís á Rut setur hann á Huldu en þurfum að byrja til að löpa nýtt hérna. Kemur Rut inn á línuna en brotið Aldísi og hvað dæmaði hér? Tveggjandi brottisun, já. Það hefur farið að koma brottisun inn á liði IBVF líka núna og Karolína Olsova fara hans að hvíla. Og við fáum því nýja sókn. Við erum manni fleiri núna í þessar 2 mínútur. Fyrir að láta boltan ganga aðeins og reyna að opna hornið. Væri sterkt að fá gott hornafæri. Rut reynir brotið þarna á önnu fyrir línunni en ekkert dæmt. Og við missum því boltan. Sá að annar þeirri hafði ekki eitthvað rifið að mér sýnst í hárið á henni. Hún allavega kendi sér þannig með eins.
Já, ég held að Sunna hafi gripið eða bara í taklið á önnu fyrir þarna. En sýnist Svavar ekki að hafa séð það. Sunna keyrir á önnu fyrir og fær aukastið. Mikið tansar hjá önnu fyrir núna. Já, mikilvægt að standa þessa vörn. Við erum bara aðeins komið með 13 mörk á 40 mínútum. Þannig að 3 marka forskot er nú bara þó nokkuð í svona í þessum leik. Já, Birna á Hrafnhildur. Klálega búið með skrefin. En fær markið. Þarna hlýtur alltaf að dæma aukakast, hún er löngu búið með skrefið þó að hreyfingin hafi verið góð hjá henni. Já, hérna, ég reyna að vera eins hlutlaus og ég get. En þetta er glórulaust að sjá. Hulda á Aldísi. Rut og Aldísi hérna. Aldís með lúmskot í stöngina og frákastið hjá Aldísi sjálf og hún setur hann svo á Ásdísi. Ásdís brotið henni Birna með fína vörn. Og þá klárast brottusunin og Karolína kemur aftur inn í vörnina. Við erum ekki að nýta það nægilega vel að vera manni fleiri. Þegar maður boltan ganga betur. Ég komur að gera nýta það tölvöld betur að vera í yfirtölu. Kemur Hulda, fín hreyfing, setur henni í hornið, Rakel Sara, ætlaði þess að fara framhjá henni hörpuð þarna, gekk ekki. Rut með skoti, vá, þetta er vel gert, þetta er virkilega vel gert og þau maður reyna að opna meira fyrir Rut. Komin hérna með sitt 3. mark, 1 úr víti, svo 2 utan á velli núna í seinni hálfleik, 3 marka munur. Þetta er klálega hægt, við þurfum bara að halda áfram stelpur. Hallhildur keyrir á þetta, finnur Birnu, vel spila, virkilega vel spila, galótt á hopnið, en nú er það Mattea sem sér við Línu Kardell. Já, þetta var nauðsynlegt fyrir leikinn. Við minnka þetta aftur inn í 2 mörk. Rut prjónast í gegn og fær aukakastið. Já, Hrafnhildur Hanna nær að stoppa Rut þarna. Já, 13 mínútur á klukkunni í seinni hálfleik. Hulda klippir við Rut á miðjunni, kemur hérna tölutum stöðskiptingar hérna og Hulda brendir sér vandræðum en með skot sem að Marta ver í markinu en K.A. Þór fær innkastið. Gengur gríðarlega illa að finna lausnir á sóknarleiknum en það kemur flott mark úr horninu. Sjáðu að Rut náði að losa boltan þegar hún var eiginlega bara að missa jafnvægið á Rakel Sara og Rakel Sara á horninu og skora. Rakel Sara kom með 4 mörk núna. Er að nýta færin sig vel. Þetta var virkilega gott. 2 marka munur. Þetta er heldur betur hægt. Við þurfum að halda áfram. Siggi Braga gefur henni Mörtu einhver skilaboð í markinu. Boltinn á línuna og Rut stýrir sér bolta og Rakel Sara í dauðafæri. Hvað gerir stelpan? En ver frá henni og Ásdís Dæ frákvæmst og skorar! Þetta var risastórt moment! Já, Rut stelur þarna boltanum, kemur hún fram á Rakel Söru, frábær markvarsla frá henni Mörtu í rammanum, en Ásdís Gummisdóttir þefaði upp frákastið og skoraði og minkar til 1 mark og nú er spurning hvort að Sigurður Bragason fara að taka leikhlé. Komið 3 mörk í röð á K.A. Þór.
Ekki langt síðan við vorum 4 undir. Sunna plaffar þessu beint á Matteu og við komum hérna í setjabylgjuna. Reynum að keyra þessu hraðan. Ég er hrifinn af því. Kemur Hulda og Aldís og skorar Aldís Ásta Heimisdóttir. Já. Náða að snúa þetta Hrafnhildi af sér og þrumaði boltann að markið. 17-17 og þetta er allt annað leikur núna. Heldur betur búið að kvikna á okkar liði og það er vel. Við erum komin aftur í jafnanleik. Já. Hvað gera konur við þessu? Það þurfa alltaf að halda áfram. Sunna. Brotið henni. Já. Hildur reyndist náða að loka sendinguna og Aldís Ásta röð vel á henni. Þá kemur leiklið. Sigurður Bragason. Spurning hvaða svör hann hefur. 4-0 kafli hjá K.A. Þór sem er búið að ná að keyra þessi hraðan og það þurfum við heldur betur að nýta okkur. Við gengum bölvanlega gegn þessari uppstiltu 6-0 vörn Eyjakona og við þurfum því bara að nýta alla séns á hraðaleipum eða setjabylgjum. Sjáum hérna helstu markaskorara. Rakel Sara með 4 mörk ásamt Ásdísi Guðmundsdóttur hjá K.A. Þór. Rut með 3, Aldís Ásta og Sólveig Lára með 2. Hjá gestunum er það Birna Berg með 5. Hrafnhildur Hanna við 3 og Lína og einnig og svo var Ásta og Karolína báð með 2. Já, eins og segi 4 mörk í röð. IBF ekki búið að skora í 5 mínútur núna. Já, seinni hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður og það stefnir í hörku loka mínútur hérna. Stelpurnar loksins að finna betri lausnir á leik IBVF. Það er spurning hvernig gestirnir bregðast við hérna. Jæja. Birna á miðinni, keyrir á Rut, hérna Rut, stoppar hana, Mattea ver, en klálega brotið á Birnu fyrirgefi. Birna komin hérna í öfuga skyttu, hérna hægri skytta, hann komin hérna vinstra megin. Aftur mæti Birna á miðjuna, svo kemur Hrafnhildur, höndi komin upp núna, það er smá vandræðum, rest eftir já. Og skotið svo frá Birnu, fast út í stöng og hún heggur á hnútinn og gerir 18. markgestana, 18-17 fyrir IBVF fyrirgefi. Og þarna fær Hulda Bryndís víti, það kom að því við fengum víti úr þessu. Og Magnús Kári, dómari, flauta þarna skemmtilega. Ásdís á punktinn, skoraði örgi á það, núna tekur 1 feik og skora svo í kjölfarið, jafnar í 18-18. Mikilvægt að nýta vítakostinn og Ásdís skorar þarna 18-18. Já, Rut stoppar hérna Hrafnhildi. Kannski dæmt, það er hárrétt. Jæja. Kemur Ásta, nær losa boltan og Hrafnhildur áfram á Karolínu. Vantar meir í ógninni, þetta kemur höndinu upp og þá losnar hann línuna Elísu og Elísa hittir ekki rammann. Frábært getur Rut að sleppir í hárréttum tíma en Elísa í úrvalsfæri setur hana framhjá og skyndilega er K.A. Þór í séns á að taka forystuna. Stelpurnar leiddu
í stöðunni 1-0 og 2-1 en hafa síðan verið að elta gestina. Það er svo einu sem skiptir máli er að leiða þegar það er komið 60 mínútur á klukkuna. Rut, fín klipping hérna við Huldu en Hulda hittir ekki Ragnhildsöru og þessi bolt er út. Og ekki nýttu við sensinn hérna. Stefnir í magnaðar lokamínútur hérna eins og svo sem við reiknuðum með eins og segi fyrri leikvæðsaliða í Eyjum endað með jafntefli. Bjóð með frábært lið, það eru við líka. Karolína keyrir á þetta og fín hjálpavörð frá Önnu Þyrí aðstoða þarna við hana Aldísi. Karolína aftur keyrir á þetta og kemst gegn og skorar. Þetta var gerðið virkilega vel. Nýtti blokkið frá Elísu líka vel. Og kemur hann aftur yfir. Rut í gegn og skorar af miklu harðfylgi. Rut Jónsdóttir. Þetta er alltaf svo mikill handbolta heili þessi stelpa. Algjörlega frábær. Jafnar 19-19. Þá er skipting. Hún Darja kemur inn í mark gestana. Það er kannski síðustu 10 mínúturnar að spila hvort hún ná að klára leikinn. Marta sem byrjaði leikinn frábærlega aðeins búið þetta niður og finna línuna og þetta er víti. Ekki spurning, Elísa losnaði hana, sett hana sleftu, þannig að hún myndi nú ekki fá brotissun en niðurstaðan vítakast sem er hárrétt dómur. Ásta á punktinn, Ásta Björt. Nú býður Mattea aftur á línu en skotið alveg til stöng hjá henni og Ásta kemur gestunum aftur yfir. Að reyna að hanga á þessu forskoti sínu, skiljanlega. Já, nú fer hvert mark heldur betur að vera mikilvægt. Æja, Aldís klippur Rut. Rut klippur svo við Huldu, Hulda í gegn, frábær reyfatafinta og skorar. Mögnuð Hulda Bryndís. Prjónar sig í gegn, geggjuð. Yfirratafinta par excellence. Og aftur er jafnt 20-20 núna. Það finnst mér geggjað að fá þetta spennuð þungileik. Þetta er æðislega deild sem eru með hérna hvernig megin og svo kemur geggjað skot hérna frá Hrafnhildi. Kom enginn út á mótinni, fast skot að gólinu og hún kemur gestum enn og aftur yfir. Aldís á Rut tilbaka á Aldísi en fín fastla á Eyjavörninni og við róum og byrjum upp á nýtt. Hulda á miðjunni. Ja, kemur Aldís inn á miðjuna. Setur hann á Rut í gegn og skora! Þetta var ekki neinu jafnvægi. Rut að stoppa hann ekki neitt. Hún jafnar í 21-21, var örugglega klár með vítakastið. Hún hafði engan áhuga á því. Kláraði stórkostlega upp í fjær. Og hún er komið með 5 mörk núna. Stórkostleg. Kemur innleysingin frá línu. Og brotið á Hrafnhildi. Rétt rúmar 7 mínútur eftir að þessu búið var jafnt á síðustu tölu núna. Við erum skiptast á að skora. Sunna Guðrún verður að fara að hita hjá okkur. Hún sé að fara að koma í ramman fyrir Mattea. Mattea er búinn að taka nokkra góða bolta en komur svolítið síðan núna. Hún tók bolta. Kemur skotaði þá akkurat verður hún. Já. Það er nóg að fyrir hann að sjá Sunnu byrja að hita upp. Þá aftur kveitnar á henni. Já. Mattea Lónats. Þetta
líka mér. Aldís klippir við Rut, hvað gerir Rut hérna? Reynir yfirtafendana, setur hann á Hulda og brotið henni. ætlar henni að losa boltann í hornið en hún Harpa náði að stoppa það. Þannig að aukasti var að sjálfsögðu niðurstaðan. Rétt rúmar 6 mínútur eftir. Líklega styttist í hendina. Lítið að vera núna Rut. Með missir boltan hérna. Sjálfsögðu mistök hjá Rut. Og okkur tekst ekki að ná forystunni. En þurfum bara að halda áfram. Vörnin búin að vera fín núna og vonandi að Mattea fari aftur í gang. Það væri óskandi að ná sigri hérna eftir erfiðan leik. Það er að elta nær allan leikinn. Samt þau eru alltaf gríðað að verið í BF að fá ekkert út úr þessu. Sjáum hvað gerist. Hrafnhildur með lúmskot en Mattea er mætt þarna. Þessi bolti slakur og við missum hann. Þetta má ekki gerast. Hvað þá á þessum tímapunkti? Já, hérna Springdór spennistigi sé að fara að segja til sín 5 mínútur eftir núna og aftur þurfum við að standa vörnina 21-21. Þannig að það er á fersóttin að byrja hérna lítil ótni í þessu, bara nákvæmlega engin. Birna á Karolínu, Karolína losar hann svo inn á línuna, frábær línusending frá Karolínu inn á Elísu, hún skorar, það byggst allir við sendingunni yfir á Sunnu, en lúmsending hérna inn á línuna og Elísa skorar, kemur aftur yfir. Þetta er nokkuð refsað grimmilega fyrir að missa boltan þarna. Bíddu nú við, bíddu nú við, Hvað gerðist þarna? Leiklega spjald frá Andra var fast á Rut. Sigurður Bragason kippir í af henni. Þetta hef ég ekki séð áður. En áfram við smjörið. Já, hérna, þetta var óvænt. Og þetta takk ekki okkur út á laginu. Rut klippir við Huldu, Aldísi fyrirgefi og Aldís fækir víti, tveggjanda brottvísun og við getum aftur hérna virkilega góð klipping þarna og Aldís Ásta í gegn og tveggjamynda brottvísun á Karolínu Olsova. Karolína er búin að vera öflug í sókn líka núna, þannig að það er sterkt fyrir okkur að losna við hana í 2 mínútur. Ásdís, hvað gerir hún? Hún skorar, jafnar metin, finnur leiða fram hjá Darju og þá akkurat mætir Sólveig Lára aftur til leiks. Hún er búin að fá samþykki fyrir því að halda áfram leik hérna eftir höggið á hann. Vonandi að hún sé klár hérna, stór og sterk stelpa en markið aukt hjá gestunum, enda manni færri. Birna keyrir á þetta, setur hann á Hrafnhildi og Hrafnhildi keyrir á þetta, brotið á henni, flott vörn og það fyrir aftan var Mattea klár. Jæja, færri hann á að geta þó nokkuð af brottvísuninni hérna. Já, dæmdur ruðningur af Birnu, það var lítið inni hjá henni að reyna annað er að fá aukastið í kjölfarið, sendingi fram frá Aldísi og svo skora Rakel Sara í aukt markið og K.A. Þór er skyndilega komið yfir. Sendingin frá Aldísi á Rakel Söru að skila okkur forystu hérna 2,5 eftir IBF, manni færri réttum að hálfa mínútu viðbót.
spurning hvort að Sigurður taki leiklið núna eða hvort að býða aðeins lengur með það. Birna í vandræðum en næri að stinga niður og fyrir vikið allt galopið, hún fyrir gegn og jafnar 23-23. Við erum manni fleiri í réttum að 10 sekúndna viðbót að drífa árásirnar í gang. Nýta okkur það að við séum manni fleiri. Jæja. Hulda. Klippið við Rut. Rut á Aldísi. Aldís á Rut og hvað gerir hún? Það er ná að... þetta var... Já, það sleppur við skrekkin. Hrafnhildur var búinn að stela boltan en steig á línuna. Við fáum boltan aftur. Hérna vorum við stálheppnar. Bæði lið eiga eftir leikhlé. Höndi komin upp núna. Já, þurfum að byrja þessa sókn. Rut á þetta. Aldís með skot, með varið og frákastið er. Enda bara hjá henni Mörtu sem er komin í ramman. IBVF með boltan í jafnri stöð 23-23. Ná ekki að spila út, þannig þurfum við bara að vera rólegar. Standa vörnina. Sjá til þess að fá ekki ágöf mark. Jæja, akkurat mínútu eftir núna. Hrafnhildur á Sunnu. Sunna keyrir á þetta, setur á Hrafnhildur. Hrafnhildur á Birnu. Hvað endar þetta? Sunna keyrir á þetta. Hrafnhildur reynir að finna línuna, gengur ekki. Laus bolti og Rut á Aldísi. Rut og já, slökum við. Þetta er mikilvægt. Rétt rúmlega hálf mínúta eftir. Anders þar á leiklið inni. Tekur það núna. Akkurat þegar 30 sekúndur eftir. Spennu þrungi leikur hérna. Allt að gerast. Ná stelpunir að spila út og ná þær að nýta sér það að vera með boltan hérna þegar allt er undir. Það væri svo ótrúlega sætt að ná að stela öllum stigurum hérna. IBVF búið að leiða nær allan leikinn. Það væri heldur betur svekkjandi að fara norður og fá svo ekkert út úr þessu, en það kemur í ljós. Skulum ekki gleyma því að stelpurnar okkar voru í úrvalsséns og jafnaði undir lok fyrri hálfleiks. Það endaði með 2 mörkum í bakið. Þannig að við vorum 8-11 undir í hálfleik. Við vorum svo 4 mörkum undir áðan í stöðinni 13-17 en 4 mörk í röð jafnaði í 17-17. Stelpurnar gefast aldrei upp, það er bara þannig. En nú er spurning, hvað erum við að fara að hendi í hérna á síðustu 30 sekúndur leiksins? Við erum að sjálfsögðu með Matti yfir rammanum. Við ætlum ekki að fá okkur ódýrt markið á allan völlinn, eðlilega. Nú þurfum við að spila út og skjóta seint. Og við séum allavega örugga með stig úr leiknum sem ekki var að klúðra þessu. Jæja, hvað gerum við? Aldís, Ásta, Hulda á Rut. Rut keyrir á miðjuna, klippir hérna Aldís. Aldís inn á línu og Anna Þyrí sækir víti og hvað? Nei, Sunna sleppur með Brottisunna. Mér fannst hún íta all hressilega á Annu Þyrí. En vítakastið er þá nóg 10 sekúndur eftir. Við fáum víti, þannig IBVF á séns. Þau eiga eftir leikhlé. Nú er bara spurning hvort að Ásdís ná að skora úr vítinu eða ekki. Það sjálfsögðu verður þetta að ráðast á loka sekúndunum. Ásdís Guðmundsdóttir á punktinum gegn Mörtu. Feikar og skorar að sjálfsögðu Ásdís og þegar hann leikhlé strax 7 sekúndur eftir. Það er löngu að taka leikhlé. Það er löngu að taka leikhlé. Leikmenn heyrði ekki flautunni. Það eru 7 sekúndur eftir. Klukkan stoppaði strax. Já, það er einhver smá reikistefna þarna en það er alveg klárt. Já, einhver smá reikistefna þarna en það eru 7 sekúndur eftir sem að IBVF hefur.
Já, hvað kokkar Sigurður Bragason upp hérna. IBF hefur náttúrulega engu að tapa, hann er vantar að fara að henda aukamanni inn í sóknina. Já. Þetta er komið að staða hérna, þeir missa boltan og KA Þór vinnur leikinn, afsakið þetta, ég var að reyna að hækka í leikflautunni hérna, en þetta er búið að missa boltan klaufalega og KA Þór vinnur ótrúlega leik hérna, 24-23, voru að elda allan leikinn en vinna svo 24-23 sigur, þetta, vá! Afsakið þetta, ég misti af lokasvotninni, ég var að hækka í leikflautina, myndi alveg örugglega heyrast að leikurinn myndi klárast. Við erum fá hérna upp í blaðamstofunni af því að út af COVID. Ég vona að við heyrt eitthvað að þessu stelpurnar eðlilega gríðarlega ánægðar með sigurinn. En já, ég biðst aftur afsökunar á því að hafa ekki náð lokasvotninni í IBF. Það var hérna alveg klárt, það myndi heyrast í leikklukkunni þegar leiktið myndi klárast og fyrir viki misti ég af myndavélinni hérna. En 24-23 sigur KA Þór staðreynd og þetta er karakter par excellence. Vá, stelpurnar að skildu klára þetta. Eyjaliðið var yfir nær allan leikinn. Þetta er vá, hversu svekkjandi fyrir Eyjaliðið að fá ekkert út úr þessu. Þær áttu virkilega góðan leik, voru með svör við sóknarleitum okkar nær allan leikinn, en þegar mest á reyndi þá kom karakter okkar liðs heldur betur ljós og þeir náðu að snúa þessu seríu við. Vá, ég er bara, já, það er aðeins að ná mér hérna, en suðan tíma til þess, við ætlum að fara í tölfræðina líka. Byrjum á okkar liði KA Þór, Ásdís Guðmundsdóttir með 7 mörk, þar af ætlaði þessi ekki 3 vítum, en væru kannski eðlilega 4, því að náðu einu sinni frákasti eftir víti sem var varðið frá henni. Rakel Sara og Rut Arnfreyr Jónsdóttir báðu með 5 mörk, Aldís Ásta, Sóley Lára, Hulda Bryndís alla með 2 mörk og Kristín Aðalheiður með 1 mark, Mattea Lónats 9 varin skot. Sjáum hérna gestina, Birna Berg, Mögnuð að Vanda með 7 mörk, Hrafnhildur Hanna með 4, þessi ekki öll úr seinni hálfleik ef maður rétt, Ásta Björt með 3, rétt eins og Karolína og Lína Gardell. Marta markvörður varði 7 skot og skoraði einnig 1 mark. Svo var Harpa Valey með 1 og Elísa Elíasdóttir einnig 1 mark á línunni. Tölfræði liða kemur svo hérna 24-23 sigur KA Þór. Sjáum hérna tími í forystu 4 mínútur og 16 sekúndur, IBF yfir í 40 mínútur og 17 sekúndur. Það voru einfaldlega með þennan leik lengstum, en karakterinn hjá okkar liði er stórkostlegur og það er ná að stela þessum leik. Já, KA Þór skorar 5 mörk úr vítum úr 7, IBF með 3 úr 4. IBF mest 4 mörk yfir í stöðunni 17-13, en KA Þór skorar þá 4 röð og jafnaði. Tapaði bolta 9 og KA Þór gegn 7 og 9 varði boltar gegn 7. Bæði lið með 5 brottvísanir. Sjáum svo hérna, já, ég heldur enda að Matti eitthvað hraðlagsmörkum inn í þetta hjá okkur, en það er eins og það er. Manni fleiri skorar IBF 4 mörk en 3 og Manni færri skorar bæði lið 3 mörk. KA Þór skorar 7 mörk með aukamann sóttinni. Það gekk ágætlega hjá okkur þó við myndum að fengið 5 mörk í aukt mark í allan völlin. Það er ómikið og meira klikkaði IBF
einhverjum 2 eða ekki 3 skotum yfir allan völlin. En já, kíkjum á tímalínuna. Hérna hún 8-11 hálfleikstölur og sjáum hérna að við náðum minnka muninn 2 í 1 mark. Já, afsakið þetta. IBF kemst þarna 4 mörkum yfir. Síðan var jafnt á öllum tölum eftir að KA Þór jafnaði 17-17 akkurat miðbik hálfleiksins og stelpurnar ná svo að stela þessu undir lokin. Þetta var heldur betur sætt. En já, ég held við förum að segja þetta gott hér úr KA TV. Þökkum kærlega fyrir áhorfið. Minnum á að við erum með leik KA og IR kallamegin á morgun. Svo sýnum við þetta væntanlega í kvöld leik El Clasico og KA 3 í kjördagsmótinu. Þannig að það næg veisla framöndan. En Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér var Stefán Jóhansson. Við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst fersk á morgun. Handboltaveislan heldur áfram. Bless, bless.